Spánsku. Y yo en islandés. Español. No, en español, perdón. En español. Og svo bið ég ykkur að svara eftir að spænskan hefur verið flutt. Entonces ustedes pueden contestar todos en un coro cuando haya yo terminado. Og fyrst, veitir þú viðtöku Jesú Kristi sem persónulegum frelsara og drottni þínum og óskar þú að lifa í frelsandi tengslum við hann. ¿Acepta usted a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y desea vivir en una relación salvadora con Él? Viðurkennir þú kenningar Biblíunnar eins og þær eru settar fram í grundvallarkenningum sjöundags aðventista og heitir þú því fyrir náð að lifa í samræmi við þær kenningar? ¿Acepta usted las enseñanzas de la Biblia tal como se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y promete por la gracia de Dios vivir en armonía con dichas enseñanzas? Æskir þú að taka skírn og sýna þannig opinberlega að þú trúir á Jesú Krist og óskar þú að sameinast samfélag safnaðar sjöundags aðventista og styðja það í ætlunarverki sínu sem trúr ráðsmaður með áhrifum þínum, tíund og gjöfum og þjónustu. ¿Desea usted ser bautizado como una expresión pública de su fe en Cristo para ser aceptado en la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sostener a la Iglesia y su misión como un fiel mayordomo a través de su influencia personal, sus diezmos y ofrendas y una vida de servicio? Amen. Þá langar mig að biðja þá sem eru safnaði meðlimir í Hafnarfjarðarsöfnuði. Entonces, los que pertenecen a esta iglesia aquí en Hafnarfjörður, queremos pedir og eru samþykkir því að taka þennan fagra hóp inn í meðlimskap Hafnarfjarðarsafnaðar. Y quieren recibir a este grupo tan bello para ser miembros de esta iglesia. Að rétta upp hægri hendi til samþykkis. Por favor, levanten la mano derecha. Og við erum með mikið af gestum, þannig að það er þessuna sem eru færri hendur vanalega. Tenemos muchas visitas y esto es muy bueno. Það er þá verið samþykkt. Entonces ya hemos aceptado a todos ustedes para ser parte de esta iglesia. Þá bið ég ykkur að setjast aftur og svo fyrir einn og einn í skírnarlaugina. Ahora les vamos a pedir que se sientan otra vez y luego uno por uno se va al bautismal. Við munum syngja eitt erindi hvers sinn af sálmunum Svo aumur sem ég er, sálmur nummer 276, alltaf á milli. En el himno que va a aparecer aquí en la pantalla vamos a cantar cada versículo del himno por cada individuo que se va al bautismal. Svo margir ég nú ¿Es una ocasión especial para hoy? Í dag mjög merkur dagur. Y es precioso ver a todos ustedes vestidos en togas. Það dýrmætt að sjá ykkur öll hér í skikkjunum. Primero, yo quería que el pastor Gavin
Og fyrst ætla ég að biðja Gavin venga a bautizar a sus candidatos. að hann komi og skýri sitt fólk. ¿Está listo, pastor? Ertu tilbúinn? Quisiera presentarle el presidente de la conferencia de aquí de Islandia. Mér langar að kynna fyrir ykkur formanni samtakanna á Íslandi. Y él tiene dos candidatos que se han preparado para que los bautice. Og það eru tveir einstaklingar hérna sem hann ætlar að skýra. Entonces, pastor, Gjörðu svo vel, prestur. Actually, I'm not going to say anything. My wife is going to do the speaking. Já, kona mín, hún ætlar að tala fyrir mig. Áður en að Samuel kemur, þá langar mig bara að segja við ykkur mæðgin að í dag er nýtt upphaf. Antes de que Samuel entre aquí, hoy es un nuevo empezar. Þið felið drottni í líf ykkar Ustedes dan al Señor su vida og örlög y su destino á tákgrannan hátt de una þegar manera simbólica. þið dragið andan ofan vatnsins Cuando ustedes empiezan a respirar, cuando salen del agua. í fyrsta sinn í dag La primera vez el día de hoy. hefst nýtt líf í Jesús. Empieza la vida en Jesús. Þið viljið fela líf ykkar honum Ustedes quieren dar su vida a Él og hann frelsar ykkur. y Él los va a salvar. Og Samuel, kom þú núna Y til Samuel, okkar. það eru tveir Samuelar. Samuel Smári, fyrir nokkrum árum þá Hace un- kynntust við fyrst í Suðurhlíðaskóla Hace unos años te conocí en Suðurhlíðaskóli og þá var ég smíðakennari þinn. y yo estaba dándote clases de carpintería. Og ég gleymi aldrei fallega englinum sem þú bjóst til þar. Y nunca se me olvida el ángel que hiciste ahí en esa clase. Í vetur þá höfum við verið biblíu og bænavinir. Este invierno hemos sido amigos en la oración y leyendo la Biblia. Samuel, þú ert hér vegna þíns eigin vilja Tú estás aquí porque quieres og það er mér alveg ljóst. y lo entiendo. En þú hefur átt góðar fyrirmyndir Pero tienes muy buenos ejemplos sem þú lítur upp til. que tú admiras. En það er trú þín á Jesú Es tu fe en Cristo sem að hefur fært þig hingað. que te ha llevado hasta acá. Og ég þakka þér fyrir þann vitnisburð Y gracias por el testimonio sem að þú hefur verið mér. que tú has sido para mí. Guð blessi þig, Samuel minn. Que Dios te bendiga. So, Samuel, because of your decision to follow the Lord Jesus Christ, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Elsku Alína mín, hér ertu og dagurinn loksins kominn. Aquí estás y por fin llegó el día. Þú varst tilbúin fyrir 15 árum. Estabas lista hace 15 años. Þú þekkir drottinn þinn Tú conoces tu Señor og hann þekkir þig. y te conoce. Þú hefur alltaf haldið trúfesti við hann Siempre has sido fiel con Él og hann mun aldrei yfirgefa þig. y nunca te va a abandonar. Það eru forréttindi að fá að vera með þér hér í dag Es un privilegio estar contigo el día de hoy. og aðdragandanum að þessum degi. Guð blessi þig, Alína mín. Que Dios te bendiga. So, as Topper said, this has been a long journey. And now, not at the end of the journey, but at the beginning of a new chapter, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Y ahora nos toca bautizar los otros. Nú er komið að því að skýra alla hina Y vamos a comenzar con el más joven. og við ætlum að byrja með þeim yngsta. Se llama Samuel. Samuel. El nombre Samuel Samuel, nafnið, significa un don de Dios. þeir gjöf Guðs. Y la razón por la cual lo voy a bautizar primero Og ég ætla að skýra hann fyrstan. fue porque me dice, pastor, yo quiero ser primero. Af því að hann sagði við mig, ég vil fá að vera fyrstur. Samuel tiene 12 años de edad. Hann er 12 ára. Y a la edad de 12 años Jesús fue a Jerusalén Þegar að Jesús var 12 ára þá fór hann til Jerúsalem. y estaba hablando con los sacerdotes Hann var að tala við prestana que se confundieron. og þeir voru ringlaðir. ¿Cómo es que este niño puede saber tanto? Hvernig getur drengur vita svona margt? Y Samuel conoce mucho de la palabra de Dios. Og Samuel hann þekki vel orð Guðs. De hecho, que cada noche que estaba viniendo, Og í hvert kvöld sem við vorum hérna él með estaba tomando notas námskeiði þá var hann að de lo skrifa que niður estaba presentando af öllu því sem ég var að kynna. a esa edad. Og hann á þessum aldri. ¿Qué dicen ustedes? Hvað segir ykkur? Amen. Entonces, Samuel lo voy a hacer en inglés, ¿está bien? Ég ætla að skýra þig á ensku. Samuel entiende español, pero no se defiende en español. Hann skilur spænsku en það er ekki hans móðumál. Entonces, para él lo voy a hacer en inglés. Og fyrir hann ætla ég að gera þetta á ensku. Is that okay for me to do it in English? Yeah. Yes. Samuel, take hold of my hand. You are a gift from God. Your mother, I'm sure, prayed, and then she had a boy. And she's very excited that you have made this decision at this young time. Which means then that you have a whole life ahead of you to follow the Lord. So you made the best decision, and I commend you for that. And I would like to ask the family if they would stand Langar að in bjóða honor of fjölskylduna and standi. friends in honor of this baptism for Samuel. Just stand right there where you are. Thank you. Are there other friends and family members who would like to stand Er in einhverju honor of this baptism? fjölskyldumeðlumur hérna sem vilja standa með honum? Okay, there we have. Okay. What do you think, Samuel? Happy. Happy. Samuel, because it is your desire at this young age
Þetta er ósk þín Samuel á þessum unga aldri. to give your heart to Jesus. Að gefa Jésu hjarta þitt. Hopefully, like the prophet Samuel, Þá eins og Samuel you will spámaður, be ending up being a prophet like Samuel, þá mynd þú kannski vera spámaður eins og Samuel, serving the Lord. þjónandi Guði. And to minister the gospel because it's your decision to follow him. Og þetta er þín ákvörðun. I baptize you in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen. Esta es la madre y el padre de Samuel. Þetta eru foreldrar Samuels. Y es una bendición que la familia entera deciden seguir a Cristo. Það er mikið blessun þegar öll fjölskyldan ákveður að fylgja Kristi. Entonces, esta mañana tenemos el privilegio de poder bautizarlos a ambos. Þetta er mikil forréttindi að fá að skýra þau bæði. Y quisiera comenzar con el padre, Ég ætla að byrja með porque hús, es el líder y el jefe de la casa. já, húsbóndanum. Tiene que aguantar mi brazo fuerte. ¿Lo tiene? Sí. No, no tiene. Está bien. Adrián ha sido una bendición en esta iglesia. Adrian er búin að vera blessun í þessari kirkju. Y él fue bautizado anteriormente, Hann hefur skýrst áður. pero él se dio cuenta Hann tók eftir því. que todo lo que debiese hacer no lo ha hecho. Það sem hann hefði átt að gera, gerði hann ekki. Y él quiere reconsagrarse a Dios Og hann vil helga sig aftur Guði y limpiarse de cualquier maldad que él siente que necesita limpiarse. og hreinsa sig af hverju því sem hann finnst hann þurfa að hreinsa sig af. Y entonces Adrian, es una buena decisión que ha hecho þetta er góð ákvörðun estar aquí delante de estos testigos fram með fyrir þessu fólki y del cielo og himninum. de poder bautizar. Y como es tu deseo, Þess að þetta er ósk þín, entregar tu vida, reconsagrarte a Él como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. La madre y esposa, esta hermana también está buscando en su vida reconsagrarse también. og húsmóðurinn vil líka endur nýja heit sitt. Y me alegro que como madre y esposa Ég er glaður að hún sem móðir og haya eiginkona, sentido el toque del Espíritu Santo, hún hefur fundið fyrir að heilagur andi fyrir snorti við de henni. venir en la presencia Vill koma hérna de estos testigos. fram fyrir okkur sem vottar og fram fyrir Guði. Querida hermana, como es tu deseo de reconsagrarte, Kæra systir, þú vilt endur todo el ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.
Alejandra. Alexandra. Alexandra. Pero en español es Alejandra. Alexandra. Alexandra, sus padres están aquí también. Foreldrar hennar eru hér. Y ella también ha sentido el deseo de consagrarse al Señor. Hún hefur fengið þessa þrá að helga sig Guði. Y es precioso ver jóvenes Hversu fallegt er þetta? comenzar una vida con Dios, Að sjá ungt fólk hefja líf sitt með Guði. porque eso le presta la oportunidad Þá fær hún tækifæri. de vivir una vida sin tener que tener pena por cosas que han hecho en el pasado. Og þá þarf hún ekki að lifa með skömm fyrir eitthvað sem hún gerði í lífinu Puede áður. consagrar su vida al Señor. Hún getur bara helga sig Guði núna. Entonces, Alexandra, Alexandra, porque tú has deseado entregar tu vida al Señor Jesús þú hefur viljað gefa þér Guði y tú amas a Jesús og þú elskar Jesús y quisieras seguir en pos de Él. og þú vilt fylgja honum. Entonces, como ministro del Evangelio, Þannig að te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Esta pareja se casaron el jueves. þetta par gifti sig á fimmtudaginn sem var. Y es un gozo poder ver una pareja comenzando su vida matrimonial andando en pos de Jesús. Og það er gaman að sjá að þegar þau hefja sitt hjónalíf þá eru þau líka með Jesú. Vinieron a Islandia a buscar porvenir Þau komu til Íslands til að leita betri framtíðar y han encontrado lo mejor, og hér hafa þau fundið það besta, a Jesús. Jesús. Amén. Y es un placer poder no solamente participar en su matrimonio cuando nos casamos, pues aquí poder bautizarlos también. Það er mikil ánægja fyrir mig að taka þátt í brúðkaupinu og núna í skírninni. Una preciosa pareja, ¿qué dicen ustedes? Er þetta ekki fallegt par? Entonces, si me permite, voy a bautizar al caballero aquí. Ég ætla að byrja á að skýra húsbóndan. Le voy a pedir que tomen mi brazo aquí. Haltu hér fast. ¿Lo tiene aguantado? Sí. Está bien. Es para mí un honor y gran gozo en ver jóvenes como estos decidiendo seguir a Cristo. Það er mikið gleði fyrir mig að sjá ungt fólk eins og þannig mann fylgja Jesú. No es fácil en esta vida Það er ekki auðvelt í lífinu buscar de Dios. að leita Guðs. Cuando todo el mundo está buscando de placeres y buscando de otras cosas. Þegar aðrir eru að leita að alls konar nautnum í Pero heiminum. bienaventurado aquel que busca a Dios primero. Söll er sá sem leitar fyrst Guðs. ¿Qué dicen? Amén. Entonces, Francisco, como tú has decidido Eins og þú hefur ákveðið seguir a Cristo, að fylgja Jesú andar en armonía con sus principios y sus preceptos, og lifa samkvæmt hans meginreglum. como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. With
también ha decidido seguir a Cristo. Gabrielis hefur líka ákveðið að fylgja Kristi. Personalmente, Persónlega, no porque lo hizo el esposo, ekki af því að eiginmaðurinn gerði það, sino porque ella decidió seguir a Cristo, heldur af því að hún ákvað de það su propia voluntad. frá hennar eigin vilja. Y entonces es un placer, Gabrielis, poder entregarte al Señor Jesús. Það er mikið gleði að ég skuli Es hjálpa ykkur como við þetta. otra boda. Þetta er eins og annað brúðkaup. Hoy te está casando con Jesús Nú ertu að giftast Jésu en el bautismo. í skírninni. Entonces, porque es tu decisión Og þetta er ákvörðun þín y el deseo que tú tienes de andar en pos de Jesús. og þú þráir að vera með Como Guði. ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora le voy a dar el privilegio a Big Dis que me dé los nombres de los que van a seguir a bautizarse. Nú hef ég þau forréttindi að gefa upp nöfnin þeirra sem er að fara að skýrast. El nombre, Ok, við skulum byrja hérna aftast. Það er Jesús Rafael Adelante. Jesús tiene un buen nombre. Þetta er gott nafn. Estoy seguro que una señora muy conocida aquí está contenta en ese día. Ég er nokkuð vissum að það er ein kona sem er ekki hér í dag, er mjög glöð yfir þessari ákvörðun. Esa señora se llama Doriana. Og hún heitir Doriana. Þekkir hana? Bueno, precioso ver que personas, aunque han tenido el todo, se encuentran con nada cuando se tocan las cosas materiales. Og það er dásamt að hitta eitthvað sem átti kannski allt og hefur mist allt sitt, sína eignir, Porque Jesús es todo. en svo finnur hann allt því að Jesús er allt. Amen. Y en esta tarde ya me alegro ver las lágrimas, porque así también yo las eché. Og nú er ég gladur að sjá þessi tár því að svoleiðis grét ég líka. Es una bendición saber Það er gleðilegt að vita que en el bautismo að þegar við skýrumst, se limpia de toda maldad. að maður hreinsast af allri synd. De hecho, que dice Dios que echará todos nuestros pecados al fondo del mar. Jesús segir að hann taki syndir okkur á hendinni með botn hafsins. Alabado sea el Señor. Lofaðu sé Guð. Entonces Jesús, y toma mis manos, Taktu hérna hendin. como es tu deseo de ser limpiado, Þetta er þrá þín að vera hreinn que el Señor te haga puro y santo, og megi hann gera þig heilagan og hreinan y que puedan dar en pos de Jesús. og þú megi ganga á vegum Ministro hans. del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Amen.
Ahora quiero ofrecer a Daniel ir adelante. Daniel, Daniel, sí. Daniel, ese es un comienzo de una nueva vida contigo. Daniel, þetta nýtt líf fyrir þig. ¿Cuántos años tiene Daniel? Hvað ertu gamall? 24 años de edad. 24 ára gamall. Está joven todavía. Hann ungur ennþá. Y con tu juventud puedes servir al Señor. Og í ungdóm þínu getur þú þjónað Yo drottni. hice mi decisión cuando tenía 21 años de edad. Ég tók ákvörðuna þegar ég var 21 árs. Pero fue hasta cuando llegué a tener 24 años que finalmente entré en el ministerio. En þegar ég var 24 þá fór ég mitt í skýrnarlaugina. Tú llegarás también a ser ministro, Þú munt vonandi verða prestur. quién sabe. Hver veit? Porque yo nunca lo pensé. Ég hugsaði það aldrei. Era lo más lejano de mi mente, pero lo más cercano de la mente de Dios. En mjög nálagt huga Entonces, lo drottins precioso var ég. es que tú, en tu juventud, estás tomando esta decisión. Það er mikilvægt að þú á þínum ungdómsárum ert að taka þessa ákvörðun. Fue la mejor decisión que yo hice en mi vida. Þetta var besta ákvörðun sem ég tók. Aparte de casarme con mi esposa, Fyrir utan það að giftast konunni minni. mejor decisión. Þá er þetta Entonces, besta. Daniel, tu nombre significa amado por Dios. Daniel þýðir að hafa verið elskaður af Guði. Entonces, como es tu decisión entregarte y andar en pos de Jesús, vivir en armonía con sus principios, y amar, prepararte para aquel gran día cuando venga el Señor Jesús, las nubes, como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Og nú ætlum ég að biðja María Ángela. Þetta er kona hans Daniels. Es su esposa. Es la esposa de Daniel. María, ¿qué? Bueno, el que se casó, el que se bautizó es el esposo de Mariana. Sá sem var að skýrast, Oh, María Ángela. þetta er eiginkona þess sem var að skýrast. María y Ángela. No, porque es pegado. Yo sé que es pegado. Pero había el tiempo en España Estaba- cuando todo el mundo tenía que tener María o José en su nombre. Einu sinni á Spáni þurftu allir að heita annarkvort María eða Jósef. Entonces, si tenía María, podía añadirle María Ángela o María Josefina. Og svo var María hægt að Ana. bæta við það, María Ángela eins og hún er ¿Está með. bien? Entonces, tú estás cumpliendo con aquellos mandatos que hizo el rey de España en aquel Þú entonces. ert að gera eins og konungurinn á Spáni, sagði. Þú Pero- heitir því nafni. Muchas veces los padres le dan nombres a los hijos cuando los padres son religiosos. Oft Por fá, eso pienso que ese nombre fue escogido para ti. Y aquí hoy en día í está dag, presente de frammi los fyrir testigos okkur hér y de Dios. og frammi fyrir Guði, Entregarle tu vida a Él, þá ert þú búin að ákveða að gefa Guði líf þitt decidiendo con tu marido og ákveða með manninu þín unirse y tener en su casa un altar para Jesús. og vera, María Ángela, porque es tu deseo de entregar tu vida al Señor Jesús þú ert búin að ákveða að gefa Jésu líf y þitt amarle og elskan y guardar sus mandamientos og passa upp á y hans andar en pos de Él. boðorð. Como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre,
del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora viene Jackson, mi querido amigo. You repeat the name. Jackson. Velkomin. 20 ára gamall. 20. Este joven tiene 20 años de edad. Hann 20 ára gamall þessi ungi maður. Una ventaja, Mikil forréttindi. porque dice la Biblia, Hvað segir Biblían? acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Mundu eftir skapara þínum og ungdómi þínum. Entonces está cumpliendo Þannig að þú ert að uppfylla það. con ese mandato. Þetta boðorð. Entonces, mi querido hermano, Kæri vinnur, como tú has decidido seguir a Cristo, þú eru ákveðið að fylgja ser Jésu limpiado de tus pecados y andar en pos de Él, og hreinsast af þínu como syndum. ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Og Ramona, querida amiga. Yo creo que Ramona pensó que el agua va a ser fría. Ég held að hún, Rómana, hafi haldið að vatnið veri kalt. Entonces antes de entrar en el agua estaba temblando. Hún skalf alveg þegar hún var að fara nú í vatnið. Pero ahora se encontró que el agua está En nú er hún hér buena, dice ella. og það er góð Pero más que buena, ákvörðun. es símbolo de una limpieza que recibe el creyente en el Señor Jesús. Skírnin er tákn þess að þinn trúaði fær hreinsun. Y este día, esta reconsagración tuya, Í dag ert þú að helga þig Guði demuestra el poder del Espíritu Santo og sýnir líka mátt heilagsanda que sigue hablando con nuestros corazones og hann er að vinna í hjörtum ykkar. y que todavía hay esperanza aún para los jóvenes como para los viejos, Og það er ennþá von fyrir bæði unga sem para aldna todo aquel que siente el deseo de comenzar nueva vida con Jesús. fyrir alla þá sem þrá að hefja nýtt lífi með Jésu. Entonces, mi querida hermana, como tú has decidido seguir a Cristo, reconsagrar tu vida al Señor y andar en pos de Él, y siempre siguiendo, preparándote hasta que venga aquel glorioso día, cuando Jesús vendrá en las nubes. Como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.
erum við komin að ya estamos aquí con Félix y Patricia. Pasen adelante los dos. Esta pareja no solamente quieren consagrarse al Señor juntos, Þetta par vill ekki bara helga Guði sitt líf saman heldur, pero también quieren dedicar su hijo al Señor. vilja líka helga son sinn Guði. Qué preciosa pareja. Mikið þetta fallegt par. Es un gozo ver esta pareja aquí Það gaman að sjá þetta par hér. decidiendo seguir a Cristo. Taka ákvörðun að fylgja Jésu. Es una nueva experiencia para ellos, Þetta ný reynsla pero una buena experiencia, og góð reynsla. porque con Cristo todo es posible. Því að í Kristi allt hægt. ¿Ven? Y quién sabe, si ustedes llegan también a estar como yo estoy. Þið eru Pastor, á þeim aldrei eins og ég var. ¿te gusta la idea? ¿Te cae bien? ¿Y a la esposa? Qué bendición sería, ¿verdad? Si este muchacho pudiese de ser el Dios que las coja para que también pueda servirle al Señor. Og vonandi mun Guð velja hann til þess að þjóna El sér Señor ætíð. necesita jóvenes que son fuertes, pero que tienen buenas mentes, porque hay mucha tarea todavía que hacer. Drottin þarf á ungu fólki að halda sem A að það nivel mundial hay muchos que necesitan a Dios. sem hefur krafta til þess að starfa fyrir Guð. Entonces, si me permite, voy a bautizar a tu esposo primero. Viltu leiða mér að skýra fyrst eiginmann þinn? ¿Me puedo tomar el brazo? Entonces, mi querido hermano, Kæri bróðir, para mí es un gozo y un honor poder tener esta oportunidad de consagrarte a Jesús. Y como es tu deseo de seguir en pos de Él, de vivir una vida limpia, sana y pura, que solamente se puede hacer con Jesús. Como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, qué gozo hay hoy en el cielo, porque dice la palabra que hay gozo en el cielo sobre un pecador que se arrepiente, más que 99 que no necesitan arrepentimiento. þegar einn yðrast þá gleði og fagnar allir himinin yfir bara þessum eina. Qué precioso es poder ver a ustedes dos Mikið dýrmætt að sjá ykkur tvö como esposos sem eiginkonu og uniendo su eiginmaður vida en Jesús. og þið viljið fylgja Jésu. Entonces, como ministro, pastor del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Og svo koma Ángel og Francia. Gjörðu svo vel, þið Ángel og Francia adelante como esposos.
before Francia is baptized, I want to say something quickly. Él va a decir algo sobre usted. Áður en Fransja skýrð, þá vil ég segja eitt. Do you want to translate into Spanish? She's going to translate. She did Icelandic. Já, byttu nú við, já. Það rétt. Ég spanskan, þú ert þarna á enskunni, ekki? Já, ok. En já, en byttu, hver er íslensku? Talentska. Já, hver er að vera, Þú segir íslensku. já, þú voru að segja íslensku. Því miður. In Icelandic and he's doing in Spanish, in English. I'm speaking in English. Okay, then speaking She's speaking Icelandic, and then you speak in I'll do Spanish. Spanish. Okay. Yeah, okay. Francia and her husband have been going to the Keflavik Church. Já, Francia y su esposo. Go ahead. Adelante. Á ég að segja íslensku eða spænsku? Já, þú íslensku. Já, Fransja og hann Angel er búin að vera að fara í kirkjuna á Suðurnesjum. Los dos están asistiendo a la iglesia de Kittavik. And 3 weeks ago, I was preaching. Og fyrir 3 vikum þá var ég að predika þar. Y hace 3 semanas atrás que yo estaba predicando. At lunchtime, there was a table full of Spanish-speaking people. Og í hádeginu þá var borð þar sem spænskumaldi fólk var. Durante el tiempo del almuerzo había un grupo de gente hispana que estaban sentados juntos. And I don't speak any Spanish. Og ég tala ekki spænsku. Y yo no hablo español. Anyway, I thought I'd go and sit down on one of the chairs, which was on the same side as Francia. Og ég ákvað að fara á sama borð og Fransja var. Entonces me senté cerca de donde estaba sentada Francia. And as I began to walk there, the Holy Spirit said, "No, not there." Og þegar ég fór þangað þá sagði Heilagur nei, ekki þangað. Y cuando decidí ir allí, sentí que el Espíritu de Dios me dijo, no, ahí no. And I thought to myself, well, I want to sit there. Og ég sagði, já, ég vil sittast þarna. Entonces pensé, no, está bien, no me siento ahí. And again, no, not there. Og aftur var sagt, nei, ekki þar. The only... Y de nuevo sentí que no debiese sentarme ahí. The only other place I could sit was more sitting directly opposite Francia. En ég þurfti að sitja sérst frekar á mótinni. Entonces me decidí sentar al lado opuesto de ella. And we start talking through our phones. Við vorum að tala í síman. Y comenzamos a hablar por medio del teléfono. And Francia said, "I really like it here. How can I become part of this church?" Og hún sagði, mér líkar vel hér, hvernig get ég verið hluti á þessari kirkju? Entonces preguntó ella, ¿cómo puedo unirme a la iglesia? Me gusta esta iglesia. I'm always amazed at how the Holy Spirit works. Það er svo gaman að sjá hvernig Heilagur Andi vinnur. Es maravilloso cómo el Espíritu Santo obra. And I was quite surprised and very thankful to see Francia here last night. Og ég var svo gladur að sjá Fransju hér. Y And- me ¿Y encontré qué acuerdo? sorprendido verla a ella aquí anoche y saber que se iba a bautizar. And to see both you and your husband in the pool today. Og sjá ykkur bæði hér hjónin í lauginni í Y dag. me alegro ver que no solamente eres tú, pero tu esposo también. Amén. ¿Está bien? ¿Con el esposo primero o la mujer primero? ¿Ah? Og hvort á ég að skýra fyrst? Este hermano Þessi bróðir estaba asistiendo a las reuniones búinn að vera að koma hérna á fyrirlestra y era obvio que estaba sintiendo el movimiento del Espíritu Santo en él. og það var augljóst að Heilagur Andi var að vinja hans hjarta. Y él tiene el gran deseo Hann með mikla þrá. de no solamente vivir en armonía con el Señor, Hann vil ekki bara lifa í samlindi við Guð, pero tiene la esperanza que ambos, la esposa y él, en hann hefur líka þá vona hann og konans estén unidos en Jesús muni vera saminuð í Jesú y andar en pos de Jesús. og ganga á vegum Jesú. Y así como están juntos aquí hoy día, Og eins og þau eru saman hér í dag, se encuentren mano en mano esperando a Jesús.
að þau verði þá alltaf saman með Jesú. Entonces, mi hermano, Bróði minn, porque has decidido seguir a Cristo, þú er ákveð að fylgja Jesú entregar tu vida a Él, og gefa hannu líf ser þitt. limpiado de tus pecados, como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Jesús, si una persona es en Cristo, Jesús nueva segir, criatura es. ef einhver er í Kristi þá er hann skapaður ný. Y lo bonito de esa cita es que no importa del pasado, Það er svo fallegt við þetta vers að það skiptir ekki máli hver fortíðin er. lo que importa es del presente y el futuro. Það skiptir máli hver er nútíminn og framtíðin. Amén. Er það ekki satt? Y entonces, por eso, Dios nos ha dado esta ceremonia, Þess vegna hefur Guð gefið okkur þetta sem við erum að gera núna. que pueda ser limpiada Að hægt sé að hreinsast de toda maldad. af öllu ílsku. Enterrarlos en las aguas bautismales Grafa það ofan í þessa laug y salir de aquí con nueva aspiración, nuevos deseos, nuevo corazón. og koma upp úr henni með aðrar og nýjar þrár og langanir. Entonces, mi hermana, como es tu deseo de seguir a Cristo, bautizarte y seguir en pos de Él, como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo entendido Ég skil que en cada bautismo að hverju skýrð el Espíritu Santo está presente. þá er heilugur andi viðstaddur. Y como yo fui tocado en el bautismo de mi hermano, Og þegar ég var snortin þegar bróðir minn skýrðist, estoy seguro que el Espíritu Santo está aquí obrando en nuestro medio. þá trúi ég að heilugur andi er að vinna hér í dag. Y que hay otros que están en nuestra presencia, Og það eru aðrir hér inni sem que al vilja, ver el bautismo skýrast. también sienten el deseo Og þeir sem að finna þessa þrá de tomar el mismo paso. að taka þessi sömu skref. En algún día no muy lejano, Og kannski innan skams podrán también ser bautizados munið þið kannski geta skýrst líka. y comenzar nueva vida con Jesús. Og þá getið þið líka hafið nýtt líf með Jesú. Y quisiera darle la oportunidad, Og ég vil gefa ykkur það tækifæri. si tú sientes Ef þú finnur el Espíritu Santo tocándote að heilagur andi er að snerta, y deseas también entregar tu vida al Señor, að þú líka vilt gefa Jesú líf þitt prepararte y después ser bautizado. og undirbúa þig og vera skýrður Quisiera levantar la mano diciendo al Señor, og liftið hendi þeim yo sem también, viljið. Señor, Ég líka, quiero dráttur, seguir en pos en ti. vil ég líka ¿Quién fylgja quisiera þér. levantar la mano? Má ég sjá hver vil Que lifta Dios hend. te bendiga. Y a Megi ustedes Guð dos, y blessa a ti, ykkur. y a ti, amén. Y hay otros que quisieran levantar la mano diciendo, sí, Señor, Og ef ykkur eru fleiri þá megið líka yo lifta hendi. también quiero comenzar de nuevo. Ég vil líka byrja upp á nýtt. Quiero ser limpiado Ég vil hreinsast o limpiada. Y así andar en pos de Jesús. og þannig ganga á vegum Jesú. ¿Por qué si
levantaron la mano, ¿por qué no se ponen en pie para orar por ustedes? Þið sem að viljið skýrast Se setna pueden með, viljið poner en standa á pies fætur? también. Amén. Amen. Hay otros que quieren unirse con estos antes de la oración. Vilja einhverjir saminast þessum einstaklingum? Otro o otra que quisiera decir. Einhver annar? Por la gracia del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Amen, Guð blessi þig. Quisiera también entregar mi vida al Señor y ser bautizado. Og þú vilt líka gefa lífið þitt Jésu. Hay otro. Einhverju fleiri? Yo sé que siempre hay una lucha, Ég veit að alltaf einhver barátta. pero tenemos que permitir que Jesús tenga la victoria. En megi Jésús eiga Hay otro que quisiera sigurinn. levantarse. Einhver annar sem vill standa upp? Amén. Que Dios te bendiga, joven. Amen, Guð blessi þig. Tu madre estaría contentísima Mamma þín þið svo glöð. porque ella está orando por ustedes. Hún að biðja fyrir ykkur. Hay otro que quisiera levantarse Einhver annar sem vill standa á fætur? y no tienen que saber hablar español para hacer la decisión. Og maður þarf ekki að tala spænsku til að taka þessa ákvörðun. Hay otros que quisiera levantar la mano, pueden hacerlo en este momento, ponerse en pies. Ef einhver vill lifta upp hendi eða standa á fætur, þá það núna. Está bien, vamos a orar. Við skulum biðja. Amantísimo Padre, Kærleiksríki Faðir, tanto te agradecemos við þökkum þér svo mikið porque hay gozo en el cielo en este momento. að því nú gleði á himnum. Porque no solamente fueron uno, pero fueron varios que se han entregado su vida en Og ti. það eru nokkrir aukalega sem vilja gefa þér sitt líf. Bendícelos a los que fueron bautizados. Blessa þá sem Y hafa verið bendices a skýrðir. aquellos que también piensan ser bautizados. Og blessa þá sem vilja skýrast. Y Señor, yo sé Ég veit, Drottinn, que hay todavía personas að það eru einstaklingar que han sentido el deseo, hafa fundið fyrir þessari þrá pero no pudieron levantar su mano o ponerse en pie. en hafa ekki getað að lyfta upp hendi eða staðið upp. Bendícelos también, Blessa þá einnig que en un momento no muy lejano de hoy að þau vilji innan skams puedan también tomar la decisión að þau taki þá ákvörðun en favor de Cristo. þér við hlið. Y estos que se han parado, Og þeir sem hafa staðið hér upp, bendícelos, blessaðu þá, cuídalos blessaðu þá og Ayúdales. passaðu upp á þá, hjálpaðu y þeim, permite, Señor, hjálpaðu þeim, que ellos también puedan entregar su vida y enterrarse en el bautisterio að þau megi gefa líf sitt þér og grafa sinn gamla mann y í comenzar una skírnarlauginni nueva vida con el Señor. og hefja nýtt líf með Kristi En Jesú. el nombre de Jesús lo pedimos. Í nafni Jesú Kristi við biðjum. Amén. Amen. Por favor, siéntense. Fá ykkur sæti. Þá skulum við hafa smá söngstund saman. Mientras que estamos esperando a que se preparen, todos los que se bautizaron, vamos a cantar. Við skulum syngja salmi nr. 213, sjá lausnarinn biður, nr. 213. El himno 213. Jesús hoy espera. Jesús
aftur, nema að vera þetta skiptið á spænsku. Hvernig hljóma það? Tan Español. lindo este himno que queremos que todos lo canten en español, también los islandeses. Todos juntos. Næst skulum við syngja salmin nummer 219, Minni sál. Vamos a cantar el próximo himno 219. Og gerum bara eins, syngjum á Tengo pass. íslensku fyrst og svo spænsku beint á eftir. Vamos a cantar primero en islandés y luego en español. Thank
Við skulum syngja áfram og syngja sálmi númer 70, Mikil miskunn þín. Vamos a cantar el himno Mikil miskunn þín, número 70. held að núna séu allir búin að skila sér aftur inn í salinn og þá langar okkur til þess að bjóða alla nýju meðlimina velkomna. Við ykkur að standa upp. Creo que ya todos regresaron de cambiarse de ropa y ahora les queremos pedir que se paren otra vez aquí en la plataforma. No, we're... Það gengur ekki að horfa á bakið á okkur þegar maður er að bjóða okkur velkomin. Hvað er blómvöndurinn? Það má taka þessu eftir. Þýðandi minn er upptekinn.
Eins og ég segi, það þýðir ekkert að snúa í baki í ykkur þegar maður er að bjóða ykkur velkomin. No quiero mirarles la espalda cuando les estoy dando la bienvenida. Okkur langar til að færa ykkur gjafir í tilefni þessara frábæru ákvörðun sem þið hafið tekið í dag. Quiero darles unos regalos para felicitarlos por esa decisión que han tomado. En mér langar líka til þess að við byggjum fyrir ykkur. También queremos orar por ustedes. Þannig að þeir sem treysta sig til með að krjúpa með mér til bænar. Los que quieren hincar con nosotros. Við ætlum að blessa þeirra göngu með Kristi. Queremos pedir que Dios los bendiga en el camino de Él. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo, í dag hafa þessir einstaklingar hoy estos individuos tekið bestu ákvörðun lífsins han tomado la mejor decisión de su vida, að fylgja þér, de seguirte a ti, að gefa líf sitt þér. darte a ti su vida. Þú sem hefur gefið okkur allt, Tú que nos has regalado todo, við viljum gefa líf okkar þér. nosotros queremos dar nuestra vida a ti. Ég bið þig að blessa hvert eitt og sér hvert þeirra. Yo te pido que bendigas a cada uno de ellos Ég bið þig að blessa okkur hinn, að við mögum taka vel á móti þeim, y bendice a nosotros y ayúdanos a recibirlos con bien. okkar nýju bræðrum og systrum, Nuestros hermanos que ya son en Cristo, vinum. amigos. Já, kæri Faðir, Sí, querido Señor, ég bið þig að þessi dagur megi verða upphaf, yo te nýtt pido upphaf, que este día pueda ser un nuevo empezar á göngu þeirra með þér en el camino contigo og við mögum öll sjást. y que nosotros todos Sjá hvort annað á himnum nos vamos a ver en el cielo þegar þú hefur komið til að sækja okkur. cuando tú hayas venido a esta tierra por nosotros, Og við getum dvalið hjá þér eilífð. para que podamos estar junto contigo por toda eternidad. Bið þig að blessa þau enn og aftur Y te pido que los bendigas, cada uno de ellos, í Jesú en nafni. el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Á ég að fara með ykkur eða? Nei, já. Þú les. Ekki stöð. Jackson. Y Ramona. Ramona. O Patricia y Félix. Félix. Og Francia og Ángel koma næst. Francia og Ángel. Ángel.
Já, og þarna Daniel. Alex, Já, ¿quieres que te la cambie? Te la cambio. Esta está recta como tú. Gracias por traerme aquí. que Dios te bendiga. Yes, Iván. Siéntate ahí. Sko, já, Okkur langar til að gefa ykkur líka tækifæri til að heilsa þeim. Þannig að ef við bjóðum ykkur velkomin til að koma upp og heilsa þeim, ef við göngum fram þennan gang og tilbaka hinn ganginn, og þá gengur það tiltölulega þægilega. entonces los que quieren felicitarlos, ahorita que están aquí, pueden pasar aquí por este pasillo y regresar por este pasillo. Pásenle.